Ég greindist með ólæknandi krabbamein fyrir 4 árum síðan, þá 37 ára gömul. Ég með krabbamein sem heitir mergæxli. Ég var í afneitun alveg bara lengi og var alltaf að bíða eftir því að læknarnir myndu segja við mig að þeir hefðu ruglast á kennitölum af því að mér fannst mjög óraunverulegt að vera þetta ung og vera komin með sjúkdóm sem að ekki búið að finna lækningu við, þó að það sé náttúrulega hægt að halda honum niðri alveg í dag töluvert lengi. Ég tek krabbameinslyf á hverjum degi 3 vikur og svo tek ég viku pásu. Ég krabbameinslaus sagt í dag og búin að vera krabbameinslaus alveg í örugglega 2 ár, svona cirka. Ég í fullri vinnu. Ég líka í námi og það skiptir mig miklu máli að geta verið svona þátttakandi í bara lífinu, geta verið í vinnu, farið að hitta fólk, vera að takast á við krefjandi skemmtileg verkefni, af því að þegar maður hefur dottið út af vinnumarkaði í lengri tíma án þess að velja það, maður verður veikur og maður getur ekki unnið, að þá það eitthvað sem maður fattar að skiptir mann máli. Það sem hefur hjálpað mér mest að eiga góðan stuðning heima fyrir, eiga góðan maka, eiga góða fjölskyldu og vini sem eru til staðar fyrir mann þegar maður þarf á því að halda. Og það hefur líka hjálpað mér að geta sótt það sem við kallum jafningjastuðning. Þegar maður greinist með krabbamein þá náttúrulega þessi yfirþyrmandi tilfinning að maður standi andspænis dauðanum. Maður kannski ekki mikið að tala það við sína nánustu að maður hafi staðið andspænis dauðanum. En það einhvern veginn eðlilegra að tala það við þá sem hafa upplifað það líka. Það fólk þarna úti sem þú sérð ekki á því að það lasið. Ef þú myndir mæta mér í Krónunni þá myndir ekki halda að ég var að glíma við ólæknandi sjúkdóm. Ég ber það ekki utan á mér. Það skiptir máli að við bara vitum af þessu og það svo mikilvægt að við getum sett okkur í spor hvers annars og skilið raunveruleika manneskjunnar sem á kassanum við hliðina á okkur í Krónunni. Þetta sagan mín, en hún ein af fjölmörgum. Kaupum bleiku slaufuna, Krabbameinsfélagið.